Fyrsti fyrirlesarinn, það Janus Guðlaugsson. Þeir sem þekkja íslenska knattspyrnu vita að Janus margreyndur landsliðsmaður í knattspyrnu og það vel við að draga það fram á þessum tímum þar sem við okkur gengur ágætlega í knattspyrnu. Hann var einnig lengi starfaði í mennta- og menningarmálaráðuneytinu í tengslum við námskrár og fleira sem tengist í og nú starfar hann sem lektor á menntavísindasviði. Auk þess hefur hann á undanförnum árum unnið að doktorsverkefni sem tengist einmitt hreyfingu og velferð eldri aldurshópa og titillinn hjá Janus í dag að eldast og yngjast og eflast. Að eldast en yngjast og eflast. Janus, gjör svo vel. Komið sæl. Nú fæ ég bara dauða þögn. Ég vil byrja á því að þakka fyrir að fá tækifæri til að kynna ykkur niðurstöður rannsóknar okkar áhrif þjálfunar á eldri aldurshópa. Og það kannski vel við hæði að minnast á Elling Jóhannsson, minn helsta leiðbeinenda. Fyrst að var að tala knattspyrnu, þá ég ekki bara með 1 þjálfari, ég með 6, alveg mjög stranga og erfiða. En þeir hafa aldrei gefið mér rauðaspjaldið ennþá. Sömuleiðis Vilmund Guðnason frá Hjartavernd sem hér var að tala, Tór Aspelund, Sigurbjörn Árna, Kristín Sigurgeirsdóttir, Sigríður Anna Ólafsdóttir og Pálmi Jónsson. Þetta eru mínir leiðbeinendur og það markmið mitt að skýra ykkur frá nokkrum helstu niðurstöðum þessar rannsóknar. Ég kalla erindi mitt að eldast en yngjast og eflast. Það sem við sjáum áhugaverða breytinga gerast að lokinni 6 mánaða þjálfun með einstaklinga sem á aldursbilinu 71 til níræðis. Við sjáum einnig hve vel eldra fólk getur viðhaldið áunnum breytingum af því að við erum að mæla þau eða fylgjast með þeim 1 ári eftir að við ljúkum þjálfun. Þetta eru niðurstöður nokkrar sem við höfum ekki séð víða í rannsóknum hjá þessum aldurshópi og spurningin eins og Vilmundur kom hér inn á áðan og Ellingur, hvað ætlum við að gera við þessar niðurstöður? Hvernig getur samfélagið og hinir eldri nýtt sér til framdráttar? Greinar niðurstöður rannsóknar okkar hafa fengið birtingu í erlendum og íslenskum tímaritum, þannig að ég get leyft mér að fara kannski aðeins hratt yfir sögu og kynna kannski í fljótheitum helstu aðferðir sem við vorum að beita og færa mig samt inn á staðreyndir vöðvamassa. En fólk sem komið inn á þennan aldur 70 og eldra, það að tapa 3–4% af vöðvamassa á hverju ári eftir 70. Og staðreyndir afkastagetu hjarta- og öndunarkerfisins að loftað afköst þau minnka 8% á hverjum áratug eftir 30 ára aldur. Við þessu þurfum við að spyrna og tap á vöðvamassa og vöðvaafli með hækkandi aldri. Þetta eykur hættu á hreyfiskerðingu og ótímabæri stofnanavist og kannski ýtir og opnar gáttir fyrir sjúkdómseinkenni sem Vilmundur var að minnast á hérna áðan. Forgangsatriði fyrir þennan eldri aldurshóp að stunda daglega hreyfingu, bæði þolgefandi og styrkjandi æfingar að viðbættri æskilegri næringu. Þannig að við þurfum eins og Hermann minntist á hér áðan að fá Ísland á en ekki bara í ákveðin tíma heldur ævi langt. Þessar niðurstöður hjá okkur eiga ekkert síður við yngri aldurshópa en þessa eldri. Við vorum svo heppin að fá úrtak úr öldrunarrannsókn Hjartaverndar. Markmið rannsóknunar var meðal annars þau að skoða áhrif eftir 6 mánaða þjálfun, skoða áhrif til lengri tíma og ekki síst að reyna að vinna að sjálfbærni eða sjálfbæri áætlunargerð sem gæti nýst okkur í framtíðinni. Þáttakendurnir eins og ég sagði áðan komu úr öldrunarrannsókninni frá Hjartavernd ásamt 25 mögum, við vildum ekki skilja makana eftir, standa fyrir skilnaði í svona vesinni, það gengur ekki.
Fjöldin var 117 sem þáðu okkar þáttöku, meðalaldur eins og komin inn áðan og karlar og konur, konur 63 ára og karlar 54. Helstu niðurstöður. Ef við skoðum hámarksstyrk í lærvöðva, mælt í styrktarþjálfunartæki hjá Hjartavernd, þá sjáum við að báðir hóparnir, hópur 1 sá hópur sem byrjar þjálfun, hópur 2 viðmiðunarhópur svo kallaður, kallum hann einnig seinni þjálfunarhóp. Og þau eru nákvæmlega á sama stað í upphafi, við skiptum hópnum af handahófi í 2 hópa áður við hófum okkar vinnu eða okkar þjálfun og þá sjáum við hvað gerist. Við erum að auka vöðvastyrkin á þessum 6 mánuðum. Hvað gerist með hinn hópin? Hann minnkar. Það rýrnar vöðvastyrkurinn og það verður marktækur munur svo kallaður á milli þessara hópa eftir 6 mánuði. Á þessum tímapunkti, við sjáum hér, þá lýkur okkar afskiptum af þessum hóp í rauninni af fullu. Þessi hópur hér, hópur 2, hann fær þjálfun núna. Og þá gerist þetta að þau hætta í helmingurinn, hann hættir í styrktarþjálfun og þá er þetta afleiðingin. En á móti, við byrjum að þjálfa hinn og þá er þetta lausnin. Þið sjáu hvað er mikilvægt að reyna að halda utanum og búa til ferli til við getum haldið utanum þessa sérstaklega þennan þátt þjálfunarinnar, það er að segja styrktarþjálfun. Og síðan 6 eða 12 mánuðum eftir þá er þetta örlítið á niðurleið. Ég lék mér aðeins með gögnin og setti græna línu frá upphafi og niður og þá sjáum við að þetta er 12% rýrnun eða aftur tilbaka á vöðvastyrk. Ef við hefðum ekki gripið inn í á þessum tímamótum, þá gæti þetta orðið niðurstaðan, hún gætið orðið, þarf ekki að vera. Sama á sér staðum hreyfijafnvægi, þið sjáum hópur 1 fær þjálfun, hann bætir hreyfijafnvægi sem er mjög mikilvægt fyrir eldri aldurshópa til þess að halda hreyfi og reyna að halda almennum daglegum þörfum í lagi og geta sinnt sínum erindum áfram. En hinn hópurinn sem byrjaði þjálfun seinna, hann stendur í stað. Það verður munur á milli þessara hópa, síðan fær hann þjálfun sá seinni og þá gerist alveg það sama og áður. Nema það sem er eftirtektarvert við þetta og sem við sjáum ekki mjög víða í öðrum rannsóknum er að við höldum áunnum breytingum afskaplega vel. Og það gæti verið út af bæði þeim magni af þjálfun, réttri ákjöf sem við fáum eða erum að beita í þjálfuninni hjá okkur. Sama á við afkastagetu hjarta- og æðakerfisins sem við mælum með 6 mínútna gönguprófi. Við sjáum að hópur 1 sem fær þjálfun, honum fleitir fram, hinir standa í stað, verður munur á milli þeirra beggja, síðan fær hópur 2 þjálfun, við hættum afskipti af hinum, en gangan er einföld og þau halda áfram 70% af hópnum heldur áfram að ganga. Þetta 1 ár þar til að eftir að við hættum með þjálfunum. Þannig að þau halda áunnum breytingu þegar við hættum okkar mælinga 1 ári eftir þjálfun. Og svo er svörin við þessu sem við vorum að tala að eldast en samt að yngjast og eflast. Það sem ég gerði, að við gerðum, er að slá saman þessum hópum í aldurshópa. 71 til 75 ára gömlum, 76 til 80 og svo 81 og eldri. Og þá sjáum við með yngsta hópin og hann þýtur upp, styrkist og svo dalar hann örlítið. En hvað gera hinir? Nákvæmlega það sama og dala aðeins eftir okkur sleppir. Og þá sjáum við í stórum, svona í grófum dráttum að elsti aldurshópurinn, hann er búinn að ná meðaltali og gott betur þeirra sem eru 10 til 15 árum yngri. Sama á við hreyfifærnina og sjáum við hvað þeir eru stödd. Þetta er tekið á tíma. Það er að segja að þau eru að bæta tíma sinn og eru að ná upp hreyfifærni þeirra sem eru þó nokkuð yngri en þau voru í upphafi. Sama með 6 mínútna gönguna, þá sjáum við ennþá betur, þau halda áfram að bæta sig og halda áorðnu breytingum afskaplega vel. Heilsutengd lífsgæði, þau eru einnig
Nú dómarinn komin á ferðina. Þau eru einnig að batna á þessum tíma. Og þið sjáuð að þau eru komin upp fyrir hópin, elsta hóp. Og það kannski ekki síst það að bæta lífi við þau ár sem eldri aldurshópar eiga eftir. Og það hefur kannski tekist ágætlega í þessu tilviki. Ályktun 6 mánaða fjölþætta þjálfun, hún hefur í ákvæð áhrif á afkastagetu og hreyfifærni, kynin bregðast á sambærilega hátt við þjálfuninni og varðveita á hana breytingar í hreyfigetu í alltaf 12 mánuði. Hófleg kerfisbundin þjálfun fyrir eldri aldurshópa ætti því að vera hluti af hefðbundinni heilsugæslu aldraðra. Þá má spyrja sig hvað til ráða. Takk fyrir mig. Ok, virkar þetta ekki? Þá opið fyrir spurningar. Meðan fólk að hugsa, þá vil ég kannski spyrja, hvað til ráða? Nákvæmlega. Maður fann að þekka þjálfarana, maður veit að hverju þeir spyrja. Hvernig á Íslands samfélag að bregðast við óskum hinna eldri aukna þjónustu á sviði heilsugæslu? Það setja þetta fram í 3 atriðum, af því ég átti von á þessari spurningu. Hið opinbera og sveitarfélög, þau þurfa að bæta liðnum heilsurækta þjálfun við þjónustulið félagsþjónustunar. Ég spyr, kostnaðurinn og uppbygging á þjónustuíbúðum fyrir aldraðra, það tímaskekkja? Hún nauðsynleg? Fjármunum betur varið í heilsueflingu þessa aldurshóps? Hægt að breyta og bæta heimaþjónustuna? Og markviss líðgrunduð inngrip, eins og Ellingur kom inn á áðan og Vilmundur og Karl Andersen voru að skrifa heimsfaraldur 21. aldarinnar og voru að tala einmitt að líðgrunduð inngrip hefðu mikinn og jákvæðan ávinningu för með sér fyrir samfélag. Og landlæknisembættið þarf þá að koma til með inngrip á sviði heilsuræktar fyrir þennan aldurshóp. En það er ekki nóg að horfa eingöngu til hins opinbera og sveitarfélaga, heldur við skulum skoða sveitarfélagi líka, að þau þurfa sjálfsagt að breyta áherslum og úrræðum fyrir þennan aldurshóp og umgjörð fyrir eldri borgara til að stunda heilsurækt innan sinna sveitarfélaga. Og slík vinna á að vera undir handleiðslu sérmenntaðra íþróttafræðinga og þá sjúkraþjálfara í samvinnu þá við heilbrigðisstofnanir og lækna. Og í lokin, af því að þetta í samvinnu við ISÍ, þá spurning hvort það væri ekki tímabært að fara að stofna íþróttasambands aldraðra. Þetta var svona spurning sem þú bjóst greinilega við, þannig að það spurning hvort að þið hérna hinn geti komið með ykkur aðra spurningu sem ekki það þekki kannski mjög óvel til að vita hvað spurningar það einn í salnum. Í salnum, gjör svo vel. Já, ég heiti Jón Hannesson aftur. Ég þakka þér fyrir starfið þitt, ég hef fylgst með því, gott starf. Hvort heldur þú að sé heppilegra fyrir aldrað fólk, styrktarþjálfun eða þolþjálfun ef við erum að hugsa jafnvægi sérstaklega og svo andlegu hliðina, þar að segja þunglindist þáttinn sem að minnkar greinilega við aukna þjálfun, eins og þú áður sagt. Ég get kannski svara þess á þennan hátt. Fyrir árið 1990 höfnuðu læknar endurhæfingu í tengslu við styrktarþjálfun. Það var þeim frámunið að vera að vinna með þá slíka þjálfun. Í dag er hún ómissandi þáttur í uppbyggingu og forvörnum fyrir þennan aldurshóp. Það er ekki hægt að skilja þetta að. Þetta þarf, annars vegar þurfum við að ná til hjarta- og æðakerfisins með þolþjálfuninni og hins vegar til vöðvana, að því að rýrnunin það mikil, sem hefur þá afleiðingar inn í hjarta- og æðakerfi en ekkert síður inn í stóðkerfi eða vöðvana. Þannig að það er ekki hægt að skilja þetta að. En það er kannski hægt að segja að hófleg þjálfun, eins og Hermann kom inn á hér áðan, lykillinn, en hún þarf að vera daglega og það er ágætt að hafa 150 mínútur á bakvið eirað, að við þurfum helst að ná 150 mínútum í stöðuri þjálfun yfir eina viku og svo 2 til 3 í styrsta þjálfun þar að auki. Svaraði ég þér? Já, Þóri.
Mig langar að spyrja, þú nefndir þarna hlaup og göngu, styrktarþjálfun, hversu fjölbreyttar voru þessar æfingar hjá þér og hversu oft í viku var hópurinn saman? Takk Þórey, þú hefur örugglega verið á hlaupum, ég nefndi ekki hlaup. Við vorum eingöngu að ganga, það úrræði form, aðalatriðið þetta, að við fáum ákefð á hjartað sem svona 60 til 70% af hámarki, við byrjuðum mjög rólega, við gengum daglega, við byrjuðum rólega 20 mínútur á dag, en enduðum eftir 6 mánuði í 40 mínútum á hverjum degi, með að vísum á rétt að taka það fram að það voru allir þessir aldraði með púlsklukkur á sér. Þannig við notuðum ákveðna formúlu til að finna rétta ágjöf fyrir hvern og einn. Það lykilatriði. Þau voru líka mismunandi stærð og gerðum eins og við sáum myndina þarna áðan. Þannig að þetta lykilatriði að vera einstaklega smiðaður þó að maður sé með hóp. Styrktarþjálfunin var 2 í viku. Ef ég þyrfti að gera þetta aftur, þá myndi ég bæta við einni styrktarþjálfun í viku fyrir neðri hluta líkamans. Hann rýrnar alveg fyrr. Páll? Já, takk fyrir gott erindi, Janus. Það greinilega þörf á því að sinna öldruðum og þeir sem að þú hefur verið að rannsaka hafa væntanlega annarkvort mist af vakningunni sem að hefur orðið í þjóðfélaginu á almennri hreyfingu eða rétt náði skottið á henni, þannig að þessir einstaklingar sem þú hefur verið að prófa og þjálfa hafa ekki kannski notið þeirra lífsgæða sem að fólk í dag nýtur, en hugsanlegt að það megi aldraða upp í framtíðinni með öðrum hætti, með því að efla ungviðið, efla skólakennslu í hreyfingu. Ég var við það að á mínum starfsferli, meðan ég var og hét, að sumir hlustuðu kannski ekki, en ég orðaði það þannig: ef þið áttið ykkur síðar á því hvað ég var að predika varðandi hreyfingu og heilsusamlegt líferni, að þá verði ég ánægður. Hugsanlegt að við getum byrjað fyrr að búa fólk undir öldrun? Já, ég vil nú eiginlega bara vísa í Hermann hérna áðan. Við eigum að hafa þetta sem lífstílsmunstur frá vöggu til grafar. Ég ekkert frá því að við getum nýtt tengslin við til dæmis leikskólana og gefið þeim öldruðu tækifæri til þess að vinna með og hjá leikskólanum með gönguferðum og eitthvað í þá áttina. Leið eru búin að sameina kynslóðir ákveðin lífstíl. Þannig það nú eiginlega það sem ég get svaraði. Ein spurning hérna viðbót. Já, 2, ok. Það sem var óvenjulegt, sæl héti Ragnheiður, það sem var óvenjulegt hvað árangur helst þrátt fyrir að margir hætti, og þú talaður að það fundir líklega rétta skammtinn. Hvað gerði þið annað en það rannsóknir sem þið sjáuð að árangurinn helst ekki? Gæti spila inn í hvað þetta var löng rannsókn? Já, hvað gerðum við annað? Við gerðum í rauninni, ég held við hafa verið nákvæmari. Það eru 3 lykilatriði. Það tíðni æfinga hve oft í viku. Við erum að sjá rannsóknir við þennan aldurshóp sem við hafa ekki þessa tíðni. Við erum að sjá nákvæma ákefð sem við erum að vinna með, semst ákefð fyrir hjarta- og æðakerfið, ákefð hvað hjartað á að slá í rauninni tikka meðan við erum að hreyfa okkur, og ekki síður tíma lengdin í hvert skipti. Ég held ég hafi undirbúið mig fyrir þessa spurningu líka. Það sýnir ykkur aðeins, sjáu þið. Hér sjáu þið upp áður en þið byrja 52% fyrir íhlutun, og það sjáu hvað tíminn breytist. Og ég geti sagt að eldri einstaklingar, og ég geti trúið að það enn til staðar, að þeir hreyfa sig svona 15 mínútur á dag í hverju viku. Það of lítið. Og þá sjáu þið hver breytingi var eftir þjálfunina, eftir 6 mánaða íhlutun, þá fór hann upp í 52, frá milli 50 og 52%. Sama með göngutíman, hann lengdist
Og þetta sér maður kannski ekki alveg svona nákvæmlega inn í þeim rannsóknum sem ég er að skoða. Sama með styrktarþjálfunina í lokin, áður en Ellingur lyftir upp rauðaspjaldinu, að þær eru 4% og 5% sem voru, þetta eru 2-3 aðilar sem voru í styrktarþjálfun áður með byrjuðum, en eftir að við hættum þá er það rúm 50%, en það lækkaði öllítið heilu ári eftir að rannsókninni lauk. Ein spurning í lokin. Já, ég heyrði talað þarna áðan að hann talaði uppeldi aldraðra. Ég hef nú yfirleitt alltaf bara verið að sjá uppeldi unglinga og barna, en ég vildi endilega að það væri uppeldisheimili fyrir aldraða, þá ætti ég bara að sækja og fá að komast inn. Takk. Já, nú verður að eiga þetta við Þóreyju. En svona létt í lokin, fyrst að þetta var síðasta spurningin, þá er ég með 2 glærur sem er blóðþrýstingur, sem er undirliggjandi þáttur að því við vorum að skoða hann líka. Og þá sjáum þið, hér eru efri mörk blóðþrýsting, hvað gerist eftir þjálfun að hann lækkar. Þannig við erum búin að draga úr áhættu þættinu. Þetta er þessi undirliggjandi þættir. En þegar við hættum þjálfun og hættum að skipta okkur að, þá rís hann upp aftur. Og sama með neðri mörk blóðþrýstingsins. Þannig að þetta er svo mikilvægt til að skoða og geta haldið stöður í þjálfun í lengri tíma. Takk Janussi fyrir. Takk fyrir mig.